Þetta myndband smá inngangur að jafnvægi. Við erum vön efnahvörfum sem að líta svona út. Það svona ör í eina átt. Hérna tákna litlu stafirnir tölurnar sem eru venjulega fyrir framan efnasambandið og þetta táknar efnaformúluna. Þannig þetta almennt efnahvarf sem að segir að einhver fjöldi af efni A pluss einhver fjöldi af efni B sé að hvarfast og myndefnin séu einhver fjöldi af efni C og einhver fjöldi af efni D. En í reyndinni eru flest, í rauninni öll efnahvörf þannig að þau ganga í báðar áttir. Í staðinn fyrir svona ör sem bendir bara til hægri, teiknum við gjarnan svokallað tvíodda ör, hún er oftast teiknuð svona, en einstaklega sinnum sjáum við hann líka með svona örvarmerki báðum megin. Við ætlum að nota þessa efri. Þetta þýðir að efnahvarfið gengur bæði til hægri og vinstri. Svo ef ég byrja til dæmis með efnin hérna hægra megin, þá munu þau að einhverju leyti breytast í efnin vinstra megin. Ef ég byrja bara með efnin vinstra megin, munu þau að einhverju leyti breytast í efnin hægra megin. Og miðað við það sem við vitum hraðafræði almennt, þá er það að fyrir efnahvarfið eins og það skrifað hér, sem að gengur til hægri, ef það myndi gerast í einu skrefi, þá væri hraða jafna þess, hraði, er jafnt og hraðafastinn, köllum hann K hægri hérna, þegar efnahvarfið er að ganga til hægri, sinnum mólstyrkur af efni A í veldinu A og mólstyrkur af efni B í veldinu B. Að sama skapi gætum við sagt fyrir efnahvarfið í hina áttina að til vinstri, þetta sem sagt gildir til hægri, þetta gildir til vinstri sem við ætlum að skrifa núna, til vinstri gildir að hraði er jafnt og líklega einhver annar hraðafasti, köllum hann bara K vinstri. Hraði er hraðafastinn sinnum mólstyrkur C í veldinu litla c og sinnum mólstyrkur D í veldinu litla d. Jafnvægi sem slíkt er skilgreint þannig að hvarfið er að ganga í báðar áttir í einu á sama hraða. Ef ég byrja til dæmis bara með einhver hvarfefni, þá munu þau breytast að einhverju leyti í myndefnin, en kannski ekki öllu. Jafnvægið felur í sér að myndefnin fara að breytast í hvarfefnin og þetta gerist á sama hraða í báðar áttir. Það sem má segja efnahvarf, skrifum þetta hérna, efnahvarf er í jafnvægi, efnahvarf er í jafnvægi, þetta frá skriftanámskeið. Ef hraði þess er jafn í báðar áttir. Ef hraði þess er jafn í báðar áttir. Þá er efnahvarfið í jafnvægi. Það þýðir ekki endilega að það sé jafn mikið af öllum efnunum. Það gæti þýtt að 90% efnunum séu efnin hægra megin og 10% séu efnin vinstra megin eða öfugt. En það þýðir að því að hraðin er jafn í báðar áttir, þá helst magnið milli þeirra fast. Ef að það er 90% efnunum hægra megin og þá 10% vinstra megin, þá heldur það áfram að vera svoleiðis þó að hvarfið sé í rauninni í gangi fram og tilbaka, þá er alltaf jafn mikið af efnum hægra megin eins og var þegar hvarfið náði jafnvægi og jafn mikið af efnum vinstra megin eins og var þegar hvarfið náði jafnvægi. Þannig að skoðum aðeins afleiðingarnar sem sagt á þessu að hraðin sé jafn í báðar áttir. Það hlýtur að þýða að við getum sagt að hraði til vinstri er jafnt og hraði til hægri.
hvort öðru. Og að því að við settum upp hérna áðan hver hraðin er til hægri og hver hraðin er til vinstri, þá getum við líka skrifað, eins og stendur hérna uppi, að í staðinn fyrir að skrifa hraði til, við svona taka þetta niður að því að ég segi vinstri fyrst, í staðinn fyrir að skrifa hraði til vinstri, þá skrifum við bara K vinstri sinnum mólstyrkur C í veldinu C og svo framvegis og D í veldinu D, þetta er D hérna. Það er jafnt og hraðin til hægri sem er það sem stendur hérna fyrir ofan. K hægri sinnum mólstyrkurinn af efnunum sem eru vinstra megin í efnajöfnunni. Þetta má svo draga saman þar sem við höfum öðru megin báða fastana og hinum megin alla mólstyrkina. Við fáum sem sagt út, ef við deilum hérna þessu einföldum, eða deilum bræðilega deilum, að K hægri deilt með K vinstri er jafnt og nú að því að ég deildi vinstri hér undir hægri hér, þá ætla ég að deila þessu undir þetta. Það er svona mólstyrkur myndefnanna C og D í veldinu sem að samsvarar stuðlunum eða tölunum fyrir framan þau, deilt með nákvæmlega því sama fyrir hvarfefnin, efnin sem eru vinstra megin í jöfnunni. Svona. Þetta köllum við hraðalíkinguna. Það eina sem að breytist í núna er að K hægri sinnum K vinstri er sameinað í einn fasta sem er kallaður K og hann heitir jafnvægisfastinn. Og þó að við höfum tekið þessa skýringu, þetta dæmi, miðað við að hvarfið gerist í einu skrefi, að þá vegna þess að þetta er að fara í báðar áttir, þá hafa bara rannsóknir og mælingar sýnt að þetta gildir líka fyrir efnahvörf sem gerast í mörgum skrefum. Þess að það er ákveðin jafnvægisfasti sem er hægt að mæla og reikna út, sem að er mólstyrkur hvers efnis hægra megin í sínu veldinu á tölunum sem er fyrir framann, deilt með mólstyrka efnana sem eru vinstra megin, sett hvarfefnina. Við köllum þau, þó að hvarfi gangi í báðar áttir, þá köllum við efnin ennþá hvarfefni ef þau eru vinstra megin og myndefni ef þau eru hægra megin. Og jafnvægisfastinn, hann er háður hitastigi, þannig ef við breytum hitastigi efnahvarfsins, þá breytist jafnvægisfastinn. Það geti haft áhrif á því hvort að jafnvægi liggi langt til hægri eða langt til vinstri, en að öðru leyti stendur hann. Svo ef við erum að framkvæma efnahvarfi fast hitastig, þá er ekki mikið sem að myndi breyta jafnvægisfastanum. Breytingar á þrýstingi geta reyndar haft áhrif ef að efnin eru gös. Svo notum við þetta til ýmissa útreikninga. Til dæmis ef að við vitum mólstyrk allra efnanna í efnahvarfi við ákveðið hitastig, þegar jafnvægi er náð, þetta er hægt að gera með ýmiss konar mælingum, þá getum við reiknað jafnvægisfastan. Eða ef við vitum jafnvægisfastan og mólstyrkinn á öllu efninu nema einu, þá getum við reiknað það út. Við munum gera annað myndband þar sem við förum í svona útreikninga, en kannski áður en að því kemur, bara að lokum hér, að bara efni sem að eru á gasformi eða í vatnslausn bara efni sem eru á gasformi, þá myndi þetta standa G fyrir aftan þau
í efnajöfnunni eða í vatnslaust og þá myndi standa AQ, ekki satt? Eru höfð með í jafnvægislíkingunni. Ástæðan fyrir því að ef að efni eru föst eða vökvar, þá hafa þau óbreytilegan mólstyrk. Mólstyrkur muniði mól per lítra af einhverju. Hvað eru mörg mól í hverjum lítra? Því getur það sjálfsög breytt þegar efni eru leyst upp í vatni, getur leyst upp mikið eða lítið af efninu í hverju lítra. Og í rauninni eins á gasformi vegna þess að með því að þjappa gasinu saman eða minnka þrýstingin á það geti haft áhrif á mólstyrkin. Þannig að efni sem eru gös og í vatnslaust hafa breytilegan mólstyrk, en efni sem eru föst eða vökvar farir alltaf jafn mörg mól í hverju rúmmálseiningu. Þannig að mólstyrki þeirra eru fastar og eru í rauninni bara hluti af jafnvægisfastanum fyrir viðkomandi efni. Þess vegna, ef ég með efnahvarf eins og til dæmis þetta, sem er kolefni sem er fast, brennur í súrefni og myndar koldíoxíð, að þá jafnvægislíkingin hér, K jafnt og mólstyrkur CO2 deilt með mólstyrk CO, mólstyrk O2, svona, að því þessi eru bæði gös, þau hafa ákveðin mólstyrk sem hægt að breyta. C S fast efni, þannig að mólstyrkur þessi fasti, hann inn í jafnvægisfastanum. Svo það ekkert C í þessari jafnvægislíkingu. Við köllum þetta jafnvægislíkinguna og K jafnvægisfastin. Við munum svo skoða myndbönd með dæmum.